Hér getur að líta verkefni af gerðinni endurgjöf fyrir hæfni frá sjónarhorni nemanda og í þessu dæmi hefur nemendum verið skipt í hópa sem eiga að halda kynningu í kennslustund. Kynninguna á að meta og gefa endurgjöf fyrir hér. Nemandinn sér verkefnislýsinguna og nöfn hópfélaga. Í skrefi 2 sést að 70% einkunnarinnar felast í mati kennarans og í skrefi 3 að nemandinn fær 30% af einkunni fyrir það að skoða endurgjöfina. Til að gefa endurgjöf skrollar kennarinn í Give feedback sem í skrefi 2 og smellir á Review sem birtist þegar músað svona yfir. Þar sem ekki um eiginleg skilin í kerfið að ræða þá sést einungis hópurinn hér vinstra megin. Hægra megin sjást viðmiðin sem kennarinn setti upp varðandi endurgjöfina og þar eru gefin stig fyrir hvert atriði fyrir sig og skrifaðar athugasemdir eða umsögn. Að lokum smellir kennarinn á Done og tekur til við næsta hóp eða næsta nemanda ef þetta væri einstaklingsverkefni. Nemandinn fær tilkynningu í verkefninu endurgjöf kennarans. Nemandi skoðar einkunnir og endurgjöf sem hópurinn fékk. Kennarinn hefur líka gefið nemendum tækifæri til að gefa endurgjöfinni einkunn og umsögn en það valkvætt. Nemandinn getur sem sagt smellt á Done þó að því sé ekki lokið. Það kemur fram að nemandinn hefur nú lokið þessum hluta. Leið og kennarinn birtir einkunnir sjást þær hér í neðsta reitnum hjá nemandanum. Kennarinn getur fylgst með framvindunni, til dæmis hvort nemendur hafi skoðað endurgjöfina og hvort nemendum hafi þótt endurgjöfin gagnleg. Kennarinn getur fylgst með hvernig einkunnir fyrir einstaka þætti verkefnisins raðast inn og hefur möguleika á að gefa nemanda stig til hækkunar eða lækkunar. En þetta er komið endurgjöf fyrir hæfni. Takk fyrir.